Kæra fjölskylda og vinir, verið velkomin í Vídalíns kirkju til þessarar kveðjustundar. Við erum saman komin til þess að þakka og kveðjan Birgi eftir fallega ævi og hann var svo sannarlega elskaður og hans verður saknað. Og ég veit að ekki öll sem vildu gátu verið með okkur hér í dag og það bárust kveðjur frá Brynju Hlíðar, Jónínu Hlíðar og Jóhanni Hlíðar Harðarsyni og þau biðja fyrir innilegar samúðar kveðjur á erfiðum tímum. Og Hlíf Anna, systir Birgis, sendir samúðar kveðju ásamt fjölskyldu sinni og við vitum að þau eru hér með okkur í hjarta sínu. Og svo eru sömuleiðis einhver sem eru heima við og eru með okkur hér í gegnum streymi og verið þið sömuleiðis hjartanlega velkomin. En við hefjum þessa stund með því að helgana. Við tökum augnablikið frá, stundin er heilög, minningin er heilög og þá merkjum við okkur krossinum og förum með bæn. Og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Leggja nú bæði líf og önd, ljúfi Jesús í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Amen. Í áttað sama landi, í ólgu sjóum lífs í gleð og þraut. Þótt fley okkar á boðum stein og strandi, í stormi fár sá örlaganna braut. Ég veit að handan ógnar strandar óttans, til orustunnar miklu ég býst. Það ríkir fegurðin í fullkomnun og sælu, fegurðin sem engin orð fá lýst. Ég þáði ást og atlot foreldranna og ástin stóra kom og gaf mér allt. Ef núna skal ég nýjar lendur kanna og nýst brotið fley mitt bréfið kalt. Ég lít í anda ástvinina kæru sem aldrei bregðast hvernig sem allt snýst. Þá ríkir fegurðin, já fegur seinnar ástar, kærleikan sem engin orð fá lýst. Af moldu landsins kæra komin ég hverf til moldar og af henni rís. Til jökulsins og himinsins frjáls fer ég, þar fegurð og var hverri kröfur vís. Jarð lífs hinsta andvarp af mér líður og eldingin mig lýstur það víst. Þá ríkir fegurðin, já fegurð alvalds ástar, fegurðin sem engin orð fá lýst. Ég lyftist upp til andans háu fjalla
og óma sinfóníu drottins nýt. Við ljúfan englasöng lúðrar gjalla. Ég lít þeim örlögum taka hlýt. Ég fer þangað sem friðurinn mér veitist. Til ferðalagsins mikla nú ég býst. Það ríkir fegurðin, já fegurð alheims andans, fegur Guð sem engin orð fá lýst. Það ríkir fegurðin, já fegurð alheims andans, fegur Guðs sem engin orð fá lýst. Takk, elsku Rakel. Það er ekki sjálfsagt að geta sungið svona fallega yfir afa sínum. Þetta er yndislegt. Ég valdi fyrir okkur ritningarlestur sem er hluti af óðinum til kærleikans. Og það var nefnilega þannig þegar við vorum að undirbúa minningarorðin og ég var að skrifa þau heima. Það voru svo mörg orð í þessari lýsingu sem eiga líka nefnilega við hann Birgi. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og þannig er það þegar við kveðjum þetta líf, að það er einmitt ástin sem við gefum sem lifir áfram inn í árin og inn í kynslóðina og það vita ástvinir Birgis hér í dag. Amen. Það má svo sem byrjum sem byrja. Okay. Það má svo sem vera að vonin ein hálfveikburða sofni í dag. Finnst vera eitthvað sem íþyngir mér, en svo erfitt í fjarlægð að sjá. Það gilda má einu, hvort ég á leiðis fer, eða staldra hér ögn við þú býð. Þá tómið og tregin á mig teig út á veginn. Ég veit ég varla tíð verið vafin englum sem að vaka hjá. Meðan manns hjörtun hrærast, þá er huggun þar að fá. Þó að vitskert sé veröld, þá veginn geng ég
staðar óvinað sjá, veðrin svo válynd og víðáttan grimm. Ég vil fría mig skelfingu frá í tíma og rúmi, töfra orðin mín og tilbrigðin hljóma svo blíð. Líst ekki að ljúga, mig langar að trúa ég hafi alla tíð verið vafin englum sem að vaka hjá, meðan manns hjörtun hrærast, þá huggun þar að fá. Þó að við skert sé veröld, þá veginn geng ég bein, því ég vafin englum, aldrei aldrei því ég vafin englum, aldrei Gjörið svo vel, þið megið rísa á fætur fyrir heilagt guðspjall. Ég les fyrir ykkur upprisu frásögn úr Markúsar guðspjalli, þessa undarlegu sögu sem að hefur í 2000 ár verið okkur tilefni til að vona. Vona að það sé eitthvað stærra en við í þessum heimi og vona að það sé góður Guð sem að á þessa veröld eins og hún leggur sig bæði í líf og dauða. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar uppbrás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. Amen. words out, and
hættir aldrei að vera til. Í dag við söknum ofurheitt. Lífið án þín það verður ansi breitt. Með miklum trega kveðjum við þig. En eftir situr ást og þakklæti. Og nú í hjörtum okkar við geymum þig. Og þú þá hættir aldrei að vera til. Og nú í hjörtum okkar við geymum þig. Og þú þá hættir aldrei að vera til. Góða ferð. Takk fyrir, þetta var yndislegt. Birgir var einstaklega ljúfur maður, umhyggjusamur á allan hátt, mikill húmoristi og stemningsmaður. Hér vorum við að enda við að hlusta á fallegan flutning á lagi með hljómsveitinni Fleetwood Mac, en Birgir var einstaklega hrifinn af þeirra tónlist og bæði dansaði og söng með þegar hann hrökk í stuðgírinn. Það var nefnilega alltaf stutt í grínið hjá Birgi og stundum gat húmorinn jafnvel verið ansi lúmskur. Það gat jafnvel tekið viðstadda svolítinn tíma að fatta að hann var að grínast. Það þekkja ekki síst barnabörnin hans vel. Þau voru líka augasteinninn hans. Og Birgir var alltaf svo viljugur að snúast með þau, skuttla og sækja, og það náði meira að segja yfir dýrin í fjölskyldunni, en Birgir fór með þau til læknis og í snyrtingu ef á þurfti að halda. Ef börnin og barnabörnin báðu eitthvað var svarið einfaldlega já. Fólkið hans var alltaf í fyrsta sæti. Birgir fæddist 20. janúar 1942 í Reykjavík, en foreldrar hans hétu Dagfinnur Björn Einarsson og Sigfríð Sigfúsdóttir. Birgir átti eina yngri systur sem heitir Hlíf Anna Dagfinnsdóttir. Þau bjuggu á Brávallagötu á hans uppvaxtar árum, svo Vesturbærin voru æskuslóðirnar og þar átti hann góða vini. Birgir gekk í Melaskóla, síðan í Menntaskólann í Reykjavík og þaðan fór hann beint í tannlækningar í Háskóla Íslands árið 1962. Á sama tíma var Hildigunnur Hlíðar í Háskóla Íslands að læra efnafræði. Þau Birgir tóku eftir hvort öðru af og til í strætó á leið í skólann og á garðsballi kviknaði neistinn og þau urðu fljótt par. Á árunum 1966 til 68 fór Birgir út til Noregs og kláraði sínar tannlækningar frá The University of Oslo. Sumarið 67 kom Birgir heim til Íslands og þau Hildigunnur giftu sig í Dómkirkjunni með pomp og prakt og lofuðu því að fylgjast að út lífið. Hildigunnur fór út með honum til Oslo seinna árið og vann við lyfjarannsóknir. Fljótlega fjölgaði í fjölskyldunni, en Björn Gunnar fæddist árið 69, svo kom Anna Guðrún 77 og loks Birgir Örn árið 88. Og hópurinn þeirra Birgis og Hildigunnar hefur svo haldið áfram að stækka í gegnum tíðina, en Björn Gunnar giftur Freyju Björk Gunnarsdóttur. Þeirra börn heita Rakel Björk, Bjarki Þór og Arnar Breki. Anna Guðrún gift Stefáni Þór Ingimarsinni og þeirra börn heita Stefán Gunnar, Birgir Hrafn og Valdimar Björn. Birgir fékk meira segja þá stóru nafnbót að verða langafi,
en Glóey sem 30 ára dóttir Rakelar Bjarkar. Glóey kallaði Birgi alltaf langömmu afa og á milli þeirra var fallegur strengur. Birgir var farsæll og góður tannlæknir, en hann starfaði sem slíkur samfleytt frá 1968 til 2017 og hann var þó búinn að halda tannlæknaleyfinu á undanþágu vegna aldurs. Hann vann alla tíð mikið, var mildur í öllu sínu starfi og það verður seint sagt að hann hafi verið dýrasti tannlæknir landsins. Stundum fékk fólk meira að segja borga með tómatakassa eða eggjabakka ef svo bar undir. Hildigunnur grínaðist stundum með það að það væri eins gott að hún væri lyfjafræðingur því einhver þyrfti að vinna fyrir honum. Eitt fannst Birgi erfitt í starfi og það var að gera við tennurnar á börnunum sínum. Tíma átti Birgir Örn það til að fá tannskemmdir og spurði pabba sinn hvort hann mætti ekki bara koma oftar til hans í skoðun. Birgi leist illa á það og viðurkenndi að hann vildi bara helst ekkert pína börnin sín. Birgir fylgdist alla tíð vel með tæknimálum, enda stöðugar framfarir í tannlæknafaginu og hann var sjálfur mjög tæknivæddur í sínu persónulega lífi. Hann sat oft með tölvuna þar sem hann las fréttir og fylgdist með heimsmálunum, á milli þess sem hann sendi fólkinu sínu skilaboð og fylgdist með því hvað þau var að gera á Facebook. Birgir var meira að segja á starfstengda samfélagsmiðlinum LinkedIn, sem kom sér vel við undirbúning þessara minningarorða. Þau hjónin byrjuðu að búa í Reykjavík en bjuggu svo meiri hluta hjónabandsins á Seltjarnarnesi eða frá 1978 til 2016. Þá fluttuðu þau Birgir og Hildigunnur í Garðabæinn á Garðatorg og voru þá komin mun nær öllum sínum afkomendum. Það leið auðvitað ekki á löngu áður en Birgir var komin í hússtjórnina og sinnti því vel. Hildigunnur hafði verið þar fyrst en Birgir var miklu betri kandidat og stökk alltaf til ef eitthvað þurfti að gera. Birgir var nefnilega mikill brasari og var alltaf að dytta að einhverju, alveg fram á síðasta dag. Sérstaklega naut hann þess að gera við eitt og annað í bústaðnum í ró og næði. Og Birgir var einlægur lýsisaðdáandi og tók sjálfur alla tíð mikið lýsi. Enda varð honum ekki misdægurt og fór aldrei inn á spítala nema til að heimsækja konuna sína. Ef einhver í kringum hann fékk flensu, voru alla líkur á því að Birgir spyrði, ertu búin að taka lýsi? Og ég staðhæfi að sjálfsögðu hér yfir að þetta var hárrétt hjá honum enda lýsið allra meina bót á svona dimmu og köldu landi, svo það sé sagt hér honum til heiðurs. En Birgir var hæglátur maður og það voru ekki lætin í honum. Hins vegar bjó í honum svolítill töffari og það má vel orða það svo að hann hafi líka verið dellukall. Hann reykti pípu og keypti sér mótorhjól eftir 60. Honum fannst ekki nokkur ástæða til að taka próf á þetta mótorhjól og benti á að hann hefði skellinöðru réttindi á ökuskírteininu sínu. Því var Hildigunnur allt annað en sammála og eftir mikið suð af hennar hálfu þá tók hann prófið. Birgir var sömuleiðis með próf á skútur og hefði viljað ná að sigla mun meira en hann gerði. Hann hafði gaman af bílum, jeppum og tækjum, þekkti ótrúlegustu bílategundir langt aftur í tímann og var góður ráðgjafi þegar kom að bílakaupum. Hann var mjög vanur og öruggur bílstjóri og fær í landafræði eftir að hafa keyrt og ferðast landið þvert og endilangt. Birgir hafði nefnilega mikinn áhuga á ferðalögum og ferðaðist töluvert. Þegar krakkarnir voru ungir fóru þau reglulega til útlanda, bæði sólarlandaferðir og skíðaferðir og oft var farið með góðum vinum eða fjölskyldumeðlimum. Hildigunnur á 4 systur og það var alla tíð mikill samgangur á milli fjölskyldnanna. Þeir svílarnir voru miklir vinir og náðu vel saman, svo systurnar, makar og börn eru í raun stór dýrmætur vinahópur sem fylgdi staði gegnum lífið. Eftirminnilegustu fjölskylduferðirnar eru í huga Hildigunnar þegar þau fóru með systur hennar, Jónínu Hlíðar, í hestaferðir. Þetta voru ferðir fyrir túrista á vegum Jónínu og það fjalli í hlut Birgis og Hildigunnar að keyra trússinn með krakkana aftur í. Þarna kynntust þau fólki hvaðanæva að úr veröldinni, elduðu ofan í hópinn og bröltu hálendið á jeppa eftir hrossunum sem var mikið ævintýri. Í seinni tíð voru þau hjónin duglega að fara til Spánar og tóku þá ósjaldan börn og barnabörn með. Og það eru dýrmætar æskuminningar fyrir barnabörnin að vera í sólarlöndum með ömmu og afa.
Og þau muna sömuleiðis hvað það var gaman að fá að veiða með afa, en hann var stangveiðimaður. Birgir var ekkert upptekinn af því að veiða mikið og fann þarna mun frekar tækifæri til að rækta tengslin við afkomendurna. Birgir var félagslyndur og var virkur í upp undir 50 ár í Oddfellow þar sem hann sinnti hinum ýmsu hlutverkum. Hann naut félagsskaparins og missti yfirleitt ekki að fundi. Og það dýrmætt að ein síðasta minning Glóeyjar af langömmu afa einmitt á jólaballi Oddfellow þar sem þau leiddust allt og dönsuðu í kringum tréð. Það eina sem Birgir átti erfitt með í samskiptum við fólk var hroki. Hann kunni illa að meta snobb og dramb, en var sjálfur jarðbundinn og vildi helst ekki gera mannamunn. Þau Hildigunnur hafa síðustu ár haft góða heilsu og verið mjög ferðafær. Hann var í raun hraustari en Hildigunnur, var með henni í stólajóga og boccia og tók varla inn verkjatöflu. Þegar Hildigunnur var slöpp sá hann hennar starfi í jóganu. Það var því mikið reiðarslag þegar hann varð óvænt bráðkvaddur heima í stofu þann 7. janúar síðastliðinn. Og nú biðjum við þess að Birgir hvíli í eilífðinni í faðmi huggarans og frelsarans umvafinn ljósi og kærleika. Birgir J. Dagfinnsson, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen. Við skulum sameinast í hjörtum okkar og biðja. Góði Guð, Faðir okkar og móðir á himnum, þú sem gefur okkur þetta líf og hefur dauðan á valdi þínu. Já, Drottinn, þú hefur lofað því að vera með okkur öllum stundum
Og ég bið þig að umvefja Birgi sem horfinn frá okkur og sleppa ekki hendi þinni af honum. Já, þú hefur lofað því að öll séu við í þinni hendi og að ekkert geti gert okkur viðskila við kærleika þinn. Við þökkum fyrir tíman sem Birgir fékk með ástvinum sínum og allar dýrmætar minningar sem lifa hér í dag og ég bið þig að blessa þær. Já, ég bið þig að blessa fjölskyldu og ástvini hans alla og viltu senda engla þína góði Guð til að umvefja þau, til að hugga og styrkja og láta okkur komast að raunum að allt verði að lokum til góðs. Já, ég bið þig að sameina anda sem unnast í eilífu ríki kærleika þíns. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Moldum. Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég lifi og þér munuð lifa. Birgir J. Dagfinnsson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa.
Já, Drottinn minn gef dánum ró og hinum líkn sem lifa. Og ég legg til að þau sem treysta sér til standi áfram og við jafnvel fáum að raula með í loka sálmunum með okkar dásamlega tónlistarfólki. Hér á eftir verður kistan borin út og þau sem vilja fá tækifæri til að signa yfir eða kveðja í hinsta sinn. Og ég tek fram það sem stendur í sálmaskránni að ykkur öllum boðið hér yfir í safnaðarheimili að þiggja veitingar og samfélag og þau sem eiga erfitt með að kannski ganga hringinn, það ansi kalt úti, að þá má líka fara hér beint yfir í safnaðarheimili innan dyra. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.